Góðan daginn og við erum velkomin á þetta 20. brunavarnaþing Brunavarnafélags Íslands. Þetta fattaði þetta þegar ég fór að heimasíðu okkar í gærkvöldi. Þannig að þetta er einhverja stór afmæli sem við erum að hérna á höndum. En þetta þing er hætti frá álega frá 1999 og hefur bara gengið vel og allir eru bróðir í eftir á. Að þessu sinni þá ætla að fjalla umhverfi slökkviliða og það ég vissi ekki áður þegar ég byrjaði þessum starfa núna í Hólmfjörðum að það í raun og veru fjölbreytilegt og í raun og veru bara margtækt og ekki sérstaklega einfalt og við ætlum að kynnast því aðeins betur hérna í dag þess að við ætlum að fá fyrirlestur sem hluta af reglugerðarumhverfi sem eru í líka bara hvernig að vera slökkviliðsstjóri og svo verður fjallað aðeins fyrirlestur sem var gott upp á sem fjallað viðbrögð við gróðureldum og þannig að vera undirbúið að setja síðust misseri því að það er eina af stærri átöðþáttunum fyrir hjá mörgum eða slökkviliðum og síðan þá viljum við taka okkar fyrirlestur sem fjallað menntunarmálum frá ýmsum sjónarhornum. En ég ætla ekki að hafa þetta lengra ekki mér í bili, ég ætla bara að gefa fundarstjóranum hjá okkur Elísabetu Pálmadóttur orðið og býða hann bara velkomin. Gjörðu svo vel, Elísabet. Ég veit ekki alveg, ég var ekki búin að kíkja á blaðið sem að Kristján er með í hendinni en ef það er það sama og ég fikk sent þá sé ég að prentvillibókin hefur eitthvað aðeins verið að stríða okkur þar. Guðmundur er náttúrulega Guðmundsson en ekki Guðmundsson eins og stendur hjá okkur. En að öðru leyti held ég að þurfum svo sem ekki að kynna hann mikið í þessum hóp. Hann er byggingaverkfræðingur og mastersgráður í opinberri stjórnsýslu og hefur verið á stofnun síðustu 40 árum, ekki Guðmundur? hjá Brunamálastofnunum og síðan Mannvirkjastofnunum og nú er hann loksins útskrifaður á stofnunum og kominn til starfa á skoðunarstofunni Inspeksjónum EHF. Og hann ætlar að vera hérna með næsta erindi sem er kynning á reglugerðum með Eldsneytiseftirlit. Gjörðu svo vel, Guðmundur. Ég er svo með einhverja svona gula og rauða snepla sem ég mun veifa á ykkur sem eru fyrirlesarar. Gulan 5 mínútum áður en þið þurfið að hætta að tala og svo þann rauða þegar þið eigið að vera hættir. Kristján sagði mér að það kom að taka á það? Nei, hann ræðir einhvern það. Nú góðir félagar, þannig ágætt að vera loksins útskrifað eins og það heitir. Og maður hefði kannski að vera búin að fyrir löngu síðan en það er ágætt að hafa ekki gert það því það er svo mikið að gera utan múrana og maður getur þetta ekkert gert. En það sem ég ætla að fara hérna í gegnum aðeins er svona eldvarnar eftirlit eða svo partur af starfsemi slökkviliðanna sem að lýtur að eldvarnar eftirliti og svona út frá þeim vinkli kannski aðallega að slökkvilið er svona backup fyrir eldvarnareftirliti. Ef eldvarnareftirliti klikkar þá kemur slökkvilið inn og reddar. Ekki það að eldvarnareftirliti er búið þannig nútana að húsin brenni örugglega. Þannig að félagar okkar hinum við götuna geti glöst. Þegar ég segi hinum við götuna eftir að maður komst út. Það má eitthvað alltaf segja eins og fyrirtækisnöfn lengur. En eitt af því sem þegar vorum að vinna þessa reglugerð á sínum tíma þá vorum við raun og veru að fara með hluti alltaf í, eins og maður segir, í gamla farið. Það er að segja að hætta að, eða sem draga úr því að þið opinbera væri með
þessa fyrirbyggjandi hluti heldur væri það fyrst og fremst á vegum aðilanna sjálfra og þetta búið að vera nokkuð lengi í bransanum og það má í raun og segja það að byrjunin á þessu eftirliti, eldvarnaeftirliti sé allar götur til 1766 og þá var þetta eigið eftirlit og það var smelt þetta. Við erum ekkert að keyra hverju var það Moldói eða eitthvað svona sem voru að leika sem tæknibiðlunum í Eurovision. Það er náttúrulega að til að byrja með var allt þetta fyrirbyggjandi eftirlit á vegum einkaaðila og ég sem sagt frá þessu 1788 og það var í raun og veru ekki fyrir en 1792 sem að eldvarnaeftirlitið varð opinbert. Þá kom fyrsti opinberi eldvarnaeftirlitsmaðurinn og hann fékk erindisbréf á þessum degi og þarna sjáum við þennan aðila með sína múrdreifingu og ef maður verið góður í Photoshop þá er þetta að taka andlit á einhverjum góðum eldvarnaeftirlitsmanni og að setja þarna. Þið sjáu að þetta hefur ekkert breyst og svona mikið. Gattakilvana stundegla sem komið, við erum komið með röpp og eitthvað svona dótt í staðinn, en öðru leyti þetta svona gönguliði. En svo neðst og eina af ástæðunum fyrir þetta var sett í gang, það var svo mikil eldhætta í bænum. Það er sérstaklega þessi neðsti texti þarna sem er í raun og veru ágætur. Því þá má ekki gleyma því að nokkur fjöldi iðnaðarmanna starfaði í bænum. Svo erum við að tala með heit vinna og alls konar svona brunnar út á iðnaðarmönnum svona sé nýtt. Þetta var einu af grundvallar ástæðum fyrir þeir fóru í það að ganga frá þessu opinbera og enga eldvarnaeftirlit. En það var svona iðnaðarmenn sem að byrjuðu. En reglugerðin sem við ætlum að tala hún í raun og veru tók gildi fyrir 295 dögum síðan, talið eftir Excel. Ég lærði það alveg sérstaklega hjá Google Handla hvernig það er gert. Og þetta kemur í staðinn við þessar tvær gömlu reglugerðir sem voru náttúrulega búin að vera til vandræða í raun og veru. En ástæðan fyrir ég sett þetta að þessi 295 dagar síðan að þessi reglugerð tók gildi að það verður ekki séð allt land að pósturinn hafi borist til allra aðila. Því að það er enn verið að gera eitthvað eftir, meðal annars eftir gömlu reglunum. Og svo sem ekkert nýtt því að það var rétt áður mér var sleppt út þá hringdi einn og var að spyrja túlkun ákvæði í brunareglunni sem frá 78, hún var alveg niður 98. En hann hafði verið með og búin að læra inn á nýju útgáfuna af þessu. Það var þegar einn félagur fann upp á því að láta brenta hann upp í A4 stærðinni en ekki þessu reglugerðarstærðinni. Virkaði miklu betur þannig. Það virkaði miklu betur þannig. Já, hún var miklu betri. Miklu betri. Og þess vegna erum við að nota hann ennþá. En vonandi hættum við að nota þessar reglur. En þessi grundvöllur fyrir þessi fyrirbyggjandi brunavarnir bara þetta sem í lögunum brunavarnir, það að vernda líf, heilsu, umhverfi og eignir. Við erum alltaf að umhverfið þarna undan. Og þetta sem sagt í vinnunni þegar við erum að setja lögin brunavarnir þarna árið 2000 og þessi nefnd sem þá var í sáum þetta að hún sneri í raun og veru við því sem var í eldri lögum að lögin væri sett slökkvilið og svo var svona eldvarnaeftirlit þeirra svona þar til hliðar en núna grundvöllur þá að tryggja fullnægjandi eldvarnaeftirlit þar sé komið í veg fyrir að hús brenni eða að minnst að hús brenni eftir teikningu. Það er það sem mjög mikilvægt að hús geri. Ég fjalla aðeins það nú eftir svona undir Rósa og Nelli koma fleiri þegar að hús
haga sér ekki þannig, brenna ekki eftir teikningum, þá hefur eitthvað farið úrskeiðis og þá í raun og veru þessi atriði sem þeir eiga að skoða og eiga þá sem skoðuna skyldu á vissum gerðum af húsum þar sem sem mikil velfandi getur skapast og þessi stærri hús eins og sem þetta á eftir en eldadrættin þá síðan aðkoma mörgum öðrum málum og en eina breytingur sem í upptalningunni á 19. grein það það að húsum sem á að skoða þeim fækkar alveg verulega. Það alveg óþarfi eins og var í gömlu reglunum að ná við ef að þú átti bílskúreinstjóri og keypti þessu suðvél eða eitthvað svona, einhverja græju þá var þetta orðið bílaverkstæð og þú ert að skoða niður í 50 fermetra. Þannig að bílskúrin minn er fáið sem kemst undir þeim stærðarverkum. En það eru margar aðrar reglur sem við þurfum að horfa eftir heldur en þessa reglugerð, byggingarreglugerðin er alltaf einn af grundvöllunum og svo eru reglugerðin byggingarvörur. Hún hefur farið mjög lágt hana að það á að setja reglugerð á grundvelli laganna byggingarvörur sem stýrir raun og algjörlega því sem við megum byggja úr og það stýrir því sem á að brenna í framtíðinni og síðan töluvert mikilvægt inn í reglugerðin gróðurelda sem var ekki Björn kominn sem fjallar hana á eftir og síðan reglugerðin starfsemi slökkviliðar og fekk af því að áræðanlegar heimildir og öðru eftir hádegi í gær að reglugerðin væri væntanleg innan skamms. Þegar var settur inn þarna 82 þá var komin reglugerð starfsemi slökkviliðar sem var í raun og veru í grunninn frá 79 en útgáfan sem ég átti lengi vel hún orðin 13.649 dagar aftur reiknað út eftir Google sem betur var hún ekki sett því hún hefði orðið ennþá úreltari heldur en hinna tvær sem var þar áðan. En aðkoma eldadrættir sem byrjar í raun og veru á nýbyggingunum og þetta menn að þeir gefa umsagnir, fara í Noregs og Lókutildin og gefa svo umsagnir brunavarnir óski byggingafulltrúi þetta var svona setning sem að við sem vinnusátum reyndum að koma út að þetta væri bara skylda slökkvilið færi í þetta en þetta var að fara með þetta yfir á byggingafulltrúana og þeir þarf þá mjög ósk eftir að slökkvilið koma að þessu og eldarnefndir byrja í raun og veru á húsunum alveg frá byrjun en eldarnefndir kemur ekkert við þótt að húsbyggjarnir ákveða að byggja húsið og snúa í svona. Það ekki mál eldarnefndir. Svo lengi sem að hallin á göngunum uppfyllir kröfurnar rampa og hurðirnar opnast og svona. Það ekki mál í sjálfu sér eldarnefndirsins. Það frekar að þeir myndu eiga að skipta sér að þessu. Þetta svona klassískar myndir innan úr Google og ef þið horfið á þessa flóttaleiðir, þetta náttúrulega flóttaleiðir, þá verður það frekar ógreiðfærar og ef við ætlum að fara eftir myndin lengur hægri og fara eftir reglugerðinni, þá væri hún ennþá ógreiðfærari. Vegna þess að á þetta handrið þarna þá vantar 30 sem það handrið og þá það sem orðið ennþá erfiðara. Þetta svona eitt af sem ákvæm sem ég að byrja mig yfir eftir ég var settur út að það skuli vera 300 mm ekki viðmiðunarregla heldur meginregla og það var einhver sem var að smíða svona handrið og hafði þetta 25 og byggingarútturinn neitar ekki að útlæta það svo þessi 25 meginregla segir þetta 30. Þar með stendur 30 íbúðar blokk
sem sagt ónót vegna þess að það má ekki taka til notkun. Því þetta er öryggisatriði. En þessi reglugerð okkar eldvarnaeftirliti í raun og veru svona, þetta er bara klippur og myndu sem eru úr brunni sem eru nýlega skeðir, að ég væri ekki miklu betra fyrir slökkviliðin að geta unnið við þetta sem er hérna, heldur en þessi leiðindi sem eru á hinum myndunum utan upp í horninu. Svona byrjaði slökkviliðsmenn segir mér sagt. Og þeir ætti raun og veru fengið að geta allt þessu hingað þannig að þeir getu senda eldvarnaeftirlit virka þannig að útkastliðið væri í róleitunum. En öryggis- og lokútdeildina, það er svona eitt sem að eldvarnaeftirlitin eru með sem að þarf svolítið að menn þurfa að passa þessu svolítið á og er kannski hluta því sem að ég var að tala að pósturinn væri ekki búinn að berast út allt reglugerðina, að það er töluvert það að það er að gefa afslátt á öryggisþættum í öryggisúthlutunum. Og það er óheimilt að þetta er í notkun að uppfylla öryggis- og hollustukröfur og það er töluvert það að menn er að gefa leyfi til þess að klára viðvörunarkerfið til að seinna, klára sprengilegum til að seinna og alls konar svona stærri grundvallar þætti en húsin eru samt sett í notkun. Og þetta hefur með því satt inni, þá var þetta töluvert mikið hringingar þetta til þess meðal hans frá húseigendum sem voru óhressir með að þetta skyldi ekki hafa verið leyft að geyma sprengilegum aðeins og vegna þess að það var verið að leyfa þetta einhverju öðru sveitarfélagi. En í lokútdeildunum þá er þetta að vera með athugasemdir nema á þessum sem öryggisþáttum. Og eitt til viðbótar það sem að þetta er svona læra sig að reyna að sýna alls staðar og flestir ábyggilega séð að það er alltaf húsin eiga að skoðast eftir nýjasta byggingarleyfinu, ekki sem sagt nýjustu reglugerðinni og því það eru ekki afturvirkar. Og það sem að menn þurfa þá í raun og veru að hafa í huga þegar þeir eru að skoða þessi eldri hús, það er þessi einfalda mynd hér sem er að sýna í raun og veru þessar reglugerðir sem að húsin geta verið gerð eftir. Elsta sem er svona almennileg praxis er frá 1828 og við erum með hús frá þeim tíma og þetta er uppáhaldsgreinin í því ég var að slást við húsafriðunarnefnd og þessa aðila í sambandi við opnunar kirkjum. Það er eiga að opnast út. Allar sem eru eldri þarna seinni í október 1828 eiga að opnast inn. En allar nýrri kirkjur þá eiga að opnast út. Og það er ekki að reikna sig frá þessu í sambandi við grunnafrið eða eitthvað svona fínir í. Og síðan var þetta kirkju líka alveg til 1975. Þannig að eldvarnaeftirlitsmennirnir þurfa í raun og veru að kunna, eða ekki kunna, en vita af þessum reglum að við erum með alveg auka húsin sem eru gerð eftir allt öðrum kröfum heldur en eru gildandi í dag. Og þar að auki eru, sem fyrir utan þetta sem svo landsdekkandi reglur, að þá eru til byggingarsamþykktir fyrir mjög mikið af sveitarfélögum og þessi smáleturslisti þarna er til viðbótar. En það er ekki sama í hvaða sveitarfélag þetta var. Þetta getur verið sitt hvor byggingarsamþykktin. Menn byggðu sjálfsög eftir 64, mest eftir 2 svona samþykktum en það er mjög mikið af slíku í viðbót. Og í svona byggingarnefndin er síðan ákvæði þessi sem sagt eldri hús og eitt af því sem að sem kom mikið niður til okkar, það er þetta sem er svolítið sérstaka erfiðleika að uppfylla reglugerðina, að þá telst það ekki sérstakir erfiðleikar ef maður vill ekki, eða finnst þetta ljótt, eða einhver annar er gert eitthvað annar, það telst ekki sérstakir erfiðleikar. Og eitt af því sem að ég er aftur á móti sérstakir erfiðleikar, það er það
að það alls ekkert sjálfgefið að mörg af þessum gömlu húsum sem menn að vilja breyta, að það sé í raun og veru hægt að nota í þessa notkun sem að menn vilja nota. Ef þið væri með timburhús upp á 3 hæðir með þessum bröttu hálsnúnu stigum og vildi setja þar upp veitingahús, það er bara alls ekkert sjálfgefið að húsið passi undir þá starfsemi. Þótt að hafi verið gert svona hús og setti hellistígar út glugga til að komast þar og þá er það ekki sem að fellur undir þessa grein. En þetta var inngangurinn því að tala hérna í sambandi við þessa reglugerð og þetta sem svona ljóskátt allir inn á í landveginn að sleppa, tala kröfur til eiganda og hver byrjur raun og ábyrgð á þessu dóti og síðan aðeins eldanar eftirliti svo það í. Þetta er einu af þessum köflum sem ég ætla að sleppa og þessi er síðan taka nokkra greinar úr og eins og er í brunamálunum í öllum þessum lögum þá er það alltaf eigandinn sem ber ábyrgð á þessum hlutum og eitt af því sem ég veist að sé það sem að lögfræðingar að lesa einna mest núna, mest skaðabótalögfræðingar, það er þetta að reglugerð að brunað taki mið af þeirri starfsemi sem fer fram í mannvirkinu og á lóð þess á hverjum tíma. Þið þekkið allir þetta myndir sem er upp í horninu og það var svona 100 manna fundur í gærkvöld þetta og mjög líflegur eftir sem að mér sýndist á næstu í tvítali, ég veist sem margar þorrupóstar á þessu hundi í gærkvöldi, á næstu í tvítali þetta heitir eitthvað slús. En þarna er verulega mikið verið að skoða einmitt þennan þátt og þeir eru þess að vinna þessa himnagreinar en það er svona samverðin þurfa alltaf að hafa þetta í samræmi við sitt hús og það sem að menn er að horfa alltaf mikið eftir það er að það er eigandi sem ber ábyrgð á því húsið brennir til teikningu. Ef það gerir það ekki þá kætast þetta sem eru þeim megin við borðið. Og síðan á eigandinn í þessar reglugerð er raun og veru að ekki herða þetta svona skýra ennþá betur ábyrgð eigandana og forráðamanna að þeir eiga til dæmis að kynna sér kröfur eldarnir í húsinu og eiga í raun og fylgjast með því að þetta sé allt saman í lagi og það er sama sem gildir forráðamennina. Ábyrgðin er alveg sett á þá því að það görðast það sem er svona vissast alltaf á Íslandi þegar eitthvað kemur upp á, þá er þetta sjálfsögð einhverjum öðrum að kenna. Þetta er ekki eigandanum að kenna, þetta er slökkviliðan að kenna, þetta er eldvarnareftirlitið að kenna, hömlunum og einhverju slíku, en alltaf er það eigandinn sem situr uppi með það að eiga sitt hús og þessar kröfur þannig í reglugerðinni eru mjög mikið að skerpa á þessum hlutum þannig að þetta er alltaf eins og við þekkjum eigandi sem á þessum hluti. Í kaflanum tæknilega kröfur, það er svona alls konar eins og kaflinn heitir tæknilega kröfur. Þarna var sett inn í fyrsta skipti krafa það að viðvörunarkerfi og öryggisbúnaður sem er settur upp í hús, hann á að tengjast á vakt. Þetta var alltaf gert hérna bara áður eftir lögum reglunum að við skrifaði 84, bara þess að skynsamlega að gera þetta. En allan annan tíma frá 84 og til fyrir 250 dögum síðan, þá var þetta engin svona lagaða reglugerð stóð fyrir þessu. Þannig að það eru tvö fyrirtæki sem eiga einu svona
mjög stórt sitt undir það að það var ekki til, eða það var ekki sem las þetta eða fannst þetta að vera eitthvað skrítið. En skipulag verklega enda aftur bara sent eigarnar. Er klukkan rétt á þetta? Nei, það voru mitt. 9:04. Þá sé ég hvað tíma það liður. Að eitt af því sem að kemur inn í þessar reglur, það er lögtölulega áherslu á að þetta sé til svona skjalfest og að hluta til getur þetta skjalfesta líka verið náttúrulega rafrænt, það er náttúrulega pappírinn er alltaf mikið að hverfa og það er víst þetta rafræna hverfur víst líka eftir sem að manni heyrist, en þetta þarf að vera í raun og veru alltaf hægt að sjá það sem hvað hefur verið gert í húsinu í sambandi við brunariki og sem sagan þarf að vera alltaf skráð og það má ekki geyma hana í raun og veru þannig að hún geti horfið eins og saga sumra sem að fór þarna í Afríku. Og í þessum stóru húsum sem eru sett í 19. greininni, þar á að tilnefna svona eldvarnarfulltrúa, þetta er svipað eins og bara öryggisfulltrúi í húsinu hefur búin að vera í kringum reglum Vinnueftirlitsins lengi og þetta er aðeins sem þarf að hafa svona þekkingu á eins og stendur þetta brunavarnalöggjöf, brunatækni og skipulags þáttum í kringum brunavarnirna í húsinu og síðan kemur hérna fram að allir starfsmenn sem eru undir þessa 19. greininni að fá kennslu í brunavarnum og halda reglulega brunaæfingar. Þannig að tekur upp svona stóra vinnustöð eins og Landspítalann sem er náttúrulega undir 19. greininni. Ef allir ætti að fá svona þjálfun þarna, þá væri komin held ég sérstök deildin á Landspítalanum sem sér svona verkefni. Þetta er, þegar stendur svona allir, þá held ég í praxis sé sagt svona á eftir og svo sjáum við hérna að nýráðunir og aflýsingarfólk eiga á upplýsingar þetta og miðað við starfsmannaveltuna inn á Landspítala þá væri alveg sér deild í þessu líka og þannig að þessi þættir í sambandi við eigandann og umráðamennin hvað ábyrgð þeir bera í sambandi þetta mjög lík inn í þessari reglugerð því að í raun og veru verið að leggja miklu meiri áherslu á þetta eigið eftirlit í þessum stærri húsum og færa sig meira frá þessu opinbera eftirliti og hérna sem gleði í raun og veru að tilgreina þessa hluti sem að stóðu í raun og veru í erindisbréfinu hann frá 1792 og ennþá eldra eftir Skúla Magnússon. Þannig verið að skrifa það upp aftur á nútíma lögfræði eða reglugerðar formi og þetta er eitt við sem að eigandum þarf síðan alltaf að uppfæra. Þannig að þarna er í raun og veru að vera að leggja miklu meira